gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Við flötum til leiks og hér hjá mér í settinu ég komið með mjög góðan gest, Þóroddur Hjaltalín dómari, eða fyrrum dómari. Velkomin. Fyrrum, já. Blessaður, takk fyrir það. 17 ára og búin að leggja flötuna á hilluna. Hvernig tilfinning það? Hún mjög skrítin, maður. Ég held, þetta svona aðeins að synka inn. Það auðvitað söknuður í þessu, en það á bara allt sinn tíma og þetta á bara komið gott. Þannig að áfram með lífið bara. Akkurat. Ja. Við byrjum bara á byrjuninni, þín leiðin í þetta starf. Það kannski ekki að sækja langt þessa dómara hæfileika, við getum kallað það? Nei, þetta var í blóðinu, og pabbi náttúrulega var dómari í efstu deild í mörg ár og svona kannski hann sem ýtti mér aðeins út í þetta. Ég var sjálfur að spila fótbolta og kláraði upp í gegnum annarflokkinn. Þá sá ég svona að ég var ekki að fara kannski á mikið hærra svið í því sem leikmaður og tek mér smá pásu og gamli síðan ýtti aðeins á mig í þessu og ég ákvað að gefa þessu séns, bara að prófa þetta og ég fann það bara mjög fljótt að þetta var eitthvað sem ég var til í að leggja fyrir mig. Já, þú fannst það svona þegar maður horfir á þetta starf dómarans, maður velti fyrir sér, hvað í ósköpunum heillar þig við þetta starf? Já, ég skil það mjög vel og það var ekki þannig að mér finnst þetta eitthvað brjálaðislega heillandi en ég var allavega tilbúin að prófa þetta og þess að ég fékk hvatninguna til þess og svo bara fann ég það, þetta átti vel við mig og ég fann það bara að þetta var eitthvað sem mér fannst gaman og ég taldi mig eiga fullt erindi í þetta, þannig ég ákvað bara mjög snemma að gefa þessu bara góðan séns og láta á þetta reyna og ég sé ekki eftir því í dag. Fyrsta upplifunin, manstu hvernig þið leið eftir þennan fyrsta leik sem þú dæmdir? Nei, ég man það nú ekki, svona fyrsta leikinn minn, það var alltaf rosalt stress og það þannig þegar við erum að byrja í þessu að þá byrjum við yfirleitt sem aðstoðardómarar og maður fær svona leiki þar og maður fílar sig aðeins í því eins og ég gerði, bara fannst það fínt en var strax ákveðin bara, þetta bara sem ég vil gera, ég hef engan áhuga á að dæma Svo fæ ég þarna fyrsta verkefni á KSÍ sem dómari og það var alveg í maganum yfir þessu og hvernig á ég að fara að gera þetta þannig að það var mikið stress og ég man svona þegar þetta var búið og ég var enn á lífi, allir í lagi að það var góð tilfinning og eftir það var ekkert snúið Það eitthvað sem heldur mönnum í þessu og það líka ákveðin gulrót fyrir þá sem standa sig vel. Heldur betur, það að miklu að keppa í þessu og fyrir unga menn í dag sem eru kannski svona, við í þessum spórum sem ég var í, klára kannski annarflokkinn og svona, að það eru gríðarleg tækifæri þarna og bara sem dæmi íslenski dómarar hafa farið mjög langt í Evrópukeppnum. Við höfum farið í riðlakeppni, við höfum átt dómara sem dæmt í meistaradeildinni í riðlakeppni, við fórum í 32 úrsliti í Europa League, þannig að það eru gríðarleg tækifæri og þetta mjög skemmtilegt og gefandi. Og að þetta taka þátt í leikjum sem mann eiginlega bara dreymur að taka þátt í? Já, algjörlega og ég búinn að vera í leikjum hjá Lazio, ég búinn að vera hjá Zenit í Pétursborg, ég búinn að vera hjá Liverpool, þannig að maður búinn að fara út allt og þegar ég labbaði inn á Anfield til dæmis sem virkur þáttakandi leiksins, það var alveg ótrúleg tilfinning og bara lyginni líkast. Ég trúi því. Fyrst þú byrjar að rifja upp þessi atvik, svona eftirminnilegasti leikurinn, hver var hann? Eftirminnilegasti leikurinn minn klárlega bikarúrslitaleikurinn 2018. Það bara, þá var ég að hætta og þetta gekk bara ótrúlega vel, þetta var rosalega skemmtileg kvöldstund í Laugardalnum og það held ég bara það sem að þrátt fyrir alla þessa leiki úti, það leikur sem stendur upp úr Þú sagði líka við mig fyrir viðtalið að í raun samt skiptir ekki máli hvaða leikur það sem þú varst að dæma. Já, það hefur alltaf verið þannig hjá mér að ég var bara að dæma því mér varst það gaman þessar 90 mínútur bara skemmtilegast sem ég geri. Þannig að mér var alveg sama hvort ég var að dæma á einhverjum litlum velli út á landi eða hvort ég var að dæma á KR-vellinum eða í Krikanum eða eitthvað. Mér fannst bara gaman að vera með Það fannst mér bara geggjað Nú hlýtur að vera alltaf í þessu starfi að þú eldist svona svo gott viski, þú byrjar alltaf ungur og stressaður en þetta verður auðveldar eftir því sem líður á. Algjörlega og þetta kemst upp í rútínu, ég var alltaf með sömu rútínuna mína og reynslan gríðarlega mikilvæg í þessu starfi. Það bara
og svona eftir að maður sko hugsa tilbaka, gömlu mennirnir voru að segja þetta við mann sko, Gylfi Orra og þessi kallar að reynslan sko, en ég hef ekki trúað því hvað hún telur rosalega í þessu starfi, að þessi reynsla, þetta allt sem hún komið með í bakpokann sko, það hjálpa manni alveg ótrúlega sko. Er það líka svona frá sjónarhóli áhorfendana, þjálfara og leikmanna, nú er ég með reynslu mikinn þjálfara, þetta verður örugglega góður leikur og hann verður vel dæmdur? Já, maður finnur það alveg, að maður fær svona meira í virðingu frá þáttakandi leiksins og hugsalega áhorfendum líka og mann er svona leyfist að gera meiri mistök, eða ég segi kannski ekki meiri, en svona mann er leyfist að gera mistök frekar þegar þú ert með einhvern sem þú veist að er búinn að dæma í 10 ár í efstu deild, heldur en svona þessir yngri menn sem er að byrja, það er svona, þeir eiga oft minna inni, finnst manni, og ég held að það sé bara þannig og ég held að það sé bara kannski eðlilegt, það sé svoleiðis. Svona einhver skrautleg atvik, hún lendi í til dæmis að gleyma spjöldunum inni. Já, ég lendi í því. Ég þurfti að senda varamanninn í klefa að sækja rauða spjaldið og maður lendi í ótrúlegum atvikum og ég lendi nú í því, ég var í Þýskalandi í hittifyrra, við vorum að fara í leik þar og ég var varadómari í þeim leik og við þurftum að lenda í Frankfurt og áttum síðan flug þaðan til München og þegar við ætlum að fara þarna 4 félagarnir þá var nú ekkert sæti fyrir mig í vélinni sko. Þannig ég verð eftir í Frankfurt og á síðan að fljúga þarna yfir seinni daginn en í millitíðinni verður bara allt ófært, það brjála veður í Þýskalandi þannig að mér er hent út í lest þarna, þetta er daginn fyrir leik og ég á að taka lestina og miðri leið þá stoppar hún og tref á teinunum og þannig ég þurfti að finna mig gistingu í einhverju smábæ þarna og á endanum hefur þýska sambandi hringir í mig og þá voru búin að finna bílstjóra sem kom og náði mig og ég var búin að gista þarna í nóttina, það var komið leikdagur og ég mætti á hóteli sko 12 mínútum áður og við áttum að leggja á stað í leikinn. Já. Það er sennilega svona, þá var ég komið verulegan út í maðan og hann að spáði hvort ég kæmist nokkuð tímann heim sko. Þannig að maður er búin að lenda í ótrúlegum ævintýrum. En þetta að lenda í svona og mæti í leikina því að það skiptir máli að vera rétt stemdur. Algjörlega og ég þú veist, svo lærir maður líka bara að þetta á bara staða sem komin upp og það er ekkert að gera neitt í því þannig að maður verður bara svo er bara fókus á leikinn og svo gerum við þetta bara upp þegar hann er búinn sko. En þetta er ekki tilvalinn undirbúningur, ég get viðurkennt það. Hvernig er svona undirbúningurinn hjá þér eða hvernig var hann þegar þú varst að undirbúa undir þessa leiki? Hann var yfirleitt alltaf eins. Ég náttúrulega, að því ég bý hérna á Akureyri þá voru það mikil ferðalög. Ég náttúrulega þurfti að fara til Reykjavíkur nánast í alla leiki sem ég dæmdi. Og ég var mikið með fjölskyldur með mér í þessu og það var til dæmis alveg föst rútína hjá okkur að kona mín tók alltaf til í töskuna sko. Og þannig að ég þurfti aldrei að hafa neinar ágjör á því. Þessi fáu skipti sem ég þurfti að gera það sjálfur, það var yfirleitt eitthvað eftir heima. Þannig að það var bara partur af mínum undirbúningi, var bara að hún sá töskuna. Ég reyndaði, þegar ég kom til Reykjavíkur þá var alltaf sama rútína, maður fór á hóteli og bara hafði það rólegt og náðugt og svo var ég alltaf með það þannig að næsti leikur verður alltaf skemmtilegasti leikur sem ég dæmi. Það var bara eitthvað sem mér fannst gott að vera með og svona, já, þú veist, það var alltaf næstu 90 mínútur, það er að vera alveg geggjað sko. Og þannig hugsaðum við þetta alltaf, ég var mikið með sömu mennina með mér, þannig að þetta var orðið svona fjölskyldustemming í klefanum hjá okkur og það var alltaf þannig að bara núna verður gaman sko. Það er ágætt og ágætt að taka þetta inn í næsta hluta af þessum þætti. Við ætlum að taka okkur smá hlé núna. Næsti hluti, hann verður skemmtilegast hlutinn. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós. Já, og við höldum áfram. Það skiptir máli að vera í andlegu standi í þessu alveg eins og líkamlegu standi. Já, það er eiginlega jafn mikilvægt sko. Þú þarft að vera þú þarft að vera vel andlega búinn því að það er gríðarleg pressa á okkur og maður finnur hann alveg sko. Frá fjölmiðlamönnum, frá þessum samfélagsmiðlum sem eru komnir núna og þannig að það er bara gríðarlega mikilvægt. Líkamlega formið er auðveldara að vinna með einhvern veginn, þú svolítið bara ræður því sjálfur og ég æfði alltaf mjög vel og þurfti bara að gera það. Ég þurfti að vera bara til að halda mér í standi og geta elt þessa leikmenn því að það brekkar alltaf bilið á milli okkar. Þeir eldast ekkert með manni sko, heldur að þeim bara skipta út. En síðan er andlegi þátturinn gríðarlega mikilvægur og ég áttaði mig á því 2012 þegar ég átti kannski mitt erfiðasta tímabil og
þá fór ég að vinna með Jóhann Inga sálfræðing og hef síðan gert allar götur síðan vegna þess að ég áttaði mig bara á því hversu gríðarlega mikilvægt það sko, að maður svona sé andlega bara í lagi sko. Og sé að meðvitaður það bæði þegar velgengur og illa. Já, ekki síður og það er kannski það sem hann kendi mér er að þegar ég kem til hans að þá er ég með allt í skrúinu og hafði mig allt út úr húsi sko. Og við byrjum að vinna og hann fer svona í þessa vinnu sem hann auðvitað kann og er sérfræðingur í og kemur mér aftur á svona þann stall sem mér fannst ég ætti að vera og það gengur mjög vel og þá einmitt ítrekkaði hann við mig að það væri ekki síður mikilvægt að við myndum halda þessari vinnu áfram þó að vel gengi og mér fannst það nú óttalega drugg til þess að byrja með en svo áttaði ég með því að það er bara, maður þarf líka að vinna með velgengni og það er ekki síður mikilvægt til þess að halda manni bara í lagi. Það skiptir ekki máli hvort þú er dómarinn eða leikmaður eða þjálfari, það gerist ýmislegt í lífinu fyrir utan völlin líka og það hefur áhrif á maður. Algjörlega, maður bara, ég fer þarna með strákinn minn í aðgerð 2012, erfið aðgerð út í Svíþjóð og ég get alveg viðurkennt það þegar ég kom heim hann á laugardegi, ég átti leik á sunnudeginum að mér fannst ekkert vera að sko, ég var með heiminn í höndunum sko og svo bara þegar þú ferð að kannski að takast á við eins og dómarastarfi, erfið atvik og maður er kannski að díla við leikmenn sem maður er ekkert sérstaklega ánægður með mann að þá bara einhvern veginn var það bara ekki að virka hjá mér og ég áttaði mikið á því fyrir eftir nokkra leiki og ég er ekkert öðruvísi en leikmenn og þjálfarar með það, þeir kenna dómaranum þegar illa gengur og það er bara frábært en ég var eins, ég var að kenna öllum öðrum heldur en kannski mér sjálfum og það var ekki fyrir ég áttaði mig bara á því að ég þurfti að gera eitthvað að þá fóru hlutirnir að gerast. Talandi þetta að kenna öðrum þetta töð í áhorfendum og þessum þáttakendum í leiknum. Hvernig tekur á því öllu saman? Þar kemur reynslan inn, eins og við höfum kannski nefnt áður í spjalli okkar að ég, þú veist, þegar maður lærir bara að vera ekki að skoða þetta, vera ekki að hlusta á þetta og það er auðvitað auðveldara kannski að segja það heldur en að auðvitað hefur þetta áhrif á okkur. En ég lærði það bara mjög snemma að, þú veist, ég ræð því ekkert hvað fólki finnst mig. Ég vissi það alveg að þegar ég fór að dæma fótbolta þá er þið fullt af liði sem að myndi bara hreinlega ekki þola mig, sko. Og eina sem ég get gert er að reyna að hafa áhrif á hvað fólki finnst mig bara með minni framkomu. En inn í end, sko, þá ræði ég ekkert hvað fólki finnst mig. Þannig að maður þarf bara svona pínulítið að vera sama, sko. Og bara hugsa sjálfa sig. Bara maður sé með sitt á hreinu. Og ég bara, mín aðferð var líka bara að vera ekkert að lesa það sem verið að skrifa mig. Og það var kannski erfiðara fyrir fjölskyldunum mér, konuna mín og börnin, mamma búin að segja, ekki hvað hann búin að segja oft með að nú bara hættur þessu, sko. En þetta hafði í raun og verið engin áhrif á mig, sko, því ég einhvern veginn, já, mér fannst ekkert erfitt það sem fólk var að segja mig, bara eitthvað sem að... Þú lentir aldrei í svona atviki þar sem hugsaði, nei, nú er ég hættur þessu? Nei, ég held ekki. Það var ég lenti erfið meiðslum. Þá átti ég voða bátt, sko, ætlaði bara að hætta þessu og ég var að fara í Evrópuverkefni og meiðist daginn áður ég á að fara út, sko. En þú veist, ég var aldrei að fara að hætta og það var nú kona sem bara sparkaði mig fram úr rúminu þá og áfram veginn, sko. En nei, ég hef aldrei lent í einhverju svona atviki með áhorfendur eða leikmenn eða eitthvað sem hefur orðið til síðan eitthvað hugsað mig sko, aldrei. Þetta sko, að þetta líka svo vinsælt sport, það eru svo margir sérfræðingur og margir sem að hafa skoðun á því hvernig þú ert að vinna þín störf og hvað þú ert að gera. Og við höfum oft líka tækin eins og sjónvarpið og endursýningar og annað til þess að sjá þetta hreinlega betur. Algjörlega. Og það er til dæmis með þessa gagnrýni sem kemur á okkur, maður það líka að læra, sko, sumt af þessu er bara mjög gott, sko, og getur verið mjög uppbyggilegt. Og ég til dæmis hef aldrei fengið eins mikla gagnrýni á mig eins og þarna 2012. En ég ákvað strax bara ég í samstarfi Jóhann Inga ég er ekki eitthvað í þessu sem við getum bara notað, sko. Já. Í staði fyrir að segja bara, þú veist, að þetta sé allt einhverju vitleysingar, sko. Auðvitað koma komment sem að maður verður bara láta þau fara, skilur, það er ekki þetta að nota þau neitt. En það kemur líka sannarlega gagnrýni á okkur sem að er bara mjög gott að nýta í því sem maður er að gera og maður á að gera það. Þannig er kannski ekki endilega spurningum að vera með eitthvað sérstaklega þykkan skráp heldur bara að vera í andlegu jafnvægi. Já, ég myndi segja það. Ég held sko að auðvitað þarf maður að þola þetta og geta komist hjá þessu. Öðruvísi kemst maður ekki áfram í þessu, maður verður bara að gera eitthvað annað. En ég held að það sé einmitt kannski máli bara að reyna líka að nýta þessa gagnrýni aðeins. Ekki bara að hugsa að allir sérfræðingarnir séu
vilsingar sko, því það svo sannlega ekki þannig sko. Og mér finnst mjög eðlilegt að fólk hafi skoðanir á því sem við erum að gera. Finnst þér hafa breyst hvernig fólk tuðar og hvað það að segja? Já, ég held það og ég held kannski að sem erfiðara í dag, ef ég hugsa bara tilbaka þegar ég var að byrja að dæma og ég hef oft sagt að ég veit það ekkert alveg hvort ég hefði farið alla þessa leið ef ég var að byrja núna, af því að sko, það sem ég fekk þegar ég var að byrja var að fara mjög mikið á staðinni hérna í kring, Húsavík, Siglufjörð, Ólafsfjörð, Dalvík, Sauðárkrók og svona og var að dæma mína fyrstu leiki og gera mínar bommertur, mín mistök, að það vissi enginn af því nema bara þessi sem voru á vellinum sko. En í dag þetta áreiti orðið allstar. Félögin að gera mjög flotta hluti eins og þú nefnir með sjónvarpsupptökur og svona að sýna leikina sína. Twitter, Facebook, fótbolti.net, þetta var ekkert til þegar ég var að byrja að dæma sko. Þannig að maður fekk svona pínulítið bara að gera þessi mistök sko. Og á því lærir maður svo mikið. En núna þetta fyrir allra augum sko. Þannig að það verður strax, þú veist, menn hefði farið að segja, já, Þóroddur að dæma, hann var þetta að dæma Húsavík í síðustu viku þar sem allt fór í skrúfuna og svona eltir þetta mann svolítið, sko. Þannig að það voru klárlega forréttindi sem við gömlu skápharnir fengum að það var ekki þessi tækni þegar ég var að byrja þessu, sko. Þetta erfiðar í dag, klárlega. Fyrst og fremst að tala um þessa tækni, það alls konar tækni sem líka verið að innleiða í boltan, marklínutækni og þessa myndbandsupptökur var. Já. Hvað finnst þér um þetta? Ég svolítið að gamla skólanum og ég ætla ekki að tala á móti þessu því ég nú ennþá að starfa á vegum KSÍ í dómaramálum og við erum sannarlega með þessu. En mér finnst það þurfa að stíga svolítið varlega til jarðar. Af því að það mín skoðun að það sem gerir þessa íþrótt svo frábæra að hún hefur alls staðar verið spiluð eins. Þannig að þú veist að hafa allir í raun og verið setið þannig að séð við sama borð. Bara einföld íþrótt. Með þessari tækni allir í saman þá erum við aðeins að breyta þessu. Og þú veist, ég held, við erum vinsælust íþrótt í heimi, sko. Þannig að mér finnst að það þarf bara að fara svolítið varlega í svona breytingar, finnst mér og ég held til dæmis að það verður allavega ekki næsta sumar í Pepsi Max-deildinni var tækni, ég held að það sé alveg orðinu og hvað þá í neðri deildunum, þannig að mér finnst að þau svona aðeins að fara varlega í þetta. Þannig eru farin að bjóða upp á mismunandi stig af dómgæslu eftir í hvar þú ert staddur og þá ekki allir við sama borð. Algjörlega, það bara nákvæmlega það sem að gerast, sko. Við ætlum að taka okkur smá hlé aftur, kíkjum yfir í auglýsingar. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Og við flautum inn síðasta leiklutan í þessum þætti. Við vorum að tala um líf dómarans og þá færi okkur inn á það, þessi upplifun ungra dómara af því að dæma, hún þarf að vera góð í fyrsta skiptið svo að þið finnist starfið heillandi eða hvað? Já, hún þarf að vera það. Það er það sem við erum svolítið að vinna með núna hjá KSÍ líka, að koma því svona til skila inn í félögin, að þegar þau eru jafnvel að fá unga menn til þess að dæma í yngri flokkum og svona, að félögin gerir þessa umgjörð þá svona eins í ákvæði eins og hægt er. Auðvitað skilji það alveg að fólk með skoðanir og það verður alltaf þannig, foreldrar og aðrir sem í kringum það. En stundum hefur líka verið vandamál kannski með þjálfara félagana. Þeir hafa svona stundum verið að fara ansi langt, sko. Þannig að við erum svona aðeins í samstarfi félögin að reyna að koma inn á það að við þurfum dómara, sko. Hvað sem okkur finnst svo þá það þannig að það engin leikur án dómara. Og við verðum að gera þetta starf meira jákvætt. Akkurat. Þetta verði þannig að það hugsanlega fáist einhver í þetta, sko. Akkurat. Hvernig staðan á því? Nóg af dómurum eða vantar dómara? Það er ekki, við erum ekki með nógu mikið af aktífum dómurum í dag. Það verður bara að segjast alveg eins og að ástandi nú skárra á höfuðborgarsvæðinu heldur en hérna fyrir norðan þar sem það bara ekki gott. Og við þurfum virkilega að fara að finna leiðir til þess að fá nýja menn og konur í jobbið. Og oft þessi fyrsta reynsla líka, þetta eru leikmenn og þeir eru komin upp í ákveðin flokk og þá er að dæma á ákveðinu móti. Eru þarna ekkert endilega því þeim langaði svo mikið til þess að dæma, eru samt inn á vellinum og við skulum ætla það að allir ætla að reyna að dæma leikinn vel. Eru samt óreyndir líka
að taka sín fyrstu skref, það skiptir miklu máli að við sýnum þessu skilning í yngri flokkum sem nú þetta svið sem að flestir að stíga sín fyrstu skref. Algjörlega og þú veist, þetta hárrétt sem hún nefnir að það alls konar samningar í gangi, strákar í öðrum flokki koma eiga dæma á þessu mót og í 3. flokki og 4. flokki og fá jafnvel kannski afslátt af æfingagjöldunum sínum og svona. Þannig að þeir ekki að koma þarna þegar ambisjónirnar að vera dómarar og sko ef að þú færð einhvern svona aðila til að dæma og hann nánast tekinn af lífi sko, að hann mun ekkert koma í þetta aftur sko og við erum alveg með dæmi það hérna fyrir norðan með unga menn sem við höfum verið að fá sem hafa haft áhuga að þeir hafa kannski bara farið 2 svar og svo þetta bara búið sko því að þetta ekki fyrir alla, það alveg á hreinu en við þurfum samt að reyna að gera þetta þannig að þú getur hugsaðir að koma aftur. Það gríðarlega mikilvægt og rétt sem hún nefnir það ætla allir að gera sitt besta auðvitað. Ertu með einhverjar ráðleggingar fyrir bæði þessa dómara sem að þurfa að dæma leik og þessa sem að virkilega vilja fara og dæma leik? Já, sem við höfum kannski verið að reyna að gera með þessas kannski frekar þá sem að hafa ákveðið að láta á þetta reyna. Við fáum þá svolítið, við erum alltaf með virt félag hérna í Knattspyrnudómarafélag Norðurlands og eins hef ég verið líka hjá KSÍ að bara vera nógu mikið í sambandi við okkur. Fá okkur til að koma með sér þegar þeir að byrja. Ég sjálfur núna með 2 hérna fyrir norðan sem ég verð að fylgja eftir og við reynum þá að bara fara yfir þetta allt saman. Hvað það sem við þurfum að laga? Hvað sé ég að þú þarft að bæta? Ef þið líður illa með eitthvað eins og þetta, þá reynum við að setjast yfir það og auðvitað hefur maður svolítið reynslu í þessu og ég til dæmis ráðlegg ungum dómurum í dag að vera ekkert allt of mikið að lesa internetið eftir leiki og þessar síður og þessar samskiptamiðla og svona, láta þetta bara eiginlega eiga sig sko. Af því að þú veist alveg sjálfur hvernig þú stóðst þig sko. Það þarf engin annar að segja þér það sko. Ég oft búinn að rekka mig á það í kannski dæmi í Pepsi-deildinni og ég kem inn í klefa og segi strákar, þú voru nú ekki sérstakir í dag sko. Og svo sér maður í mokkanum morgunin eftir að maður með 9 sko. Og svo akkurat öfugt, þú veist, að ég kannski kem inn í klefa og alveg bara með heiminn í höndunum og voru geggjaðir í dag sko, fullt af flottum ákvörðunum eitthvað sem enginn tekur eftir nema kannski við. Og þá fær maður 4 sko. Þannig að þú alltaf bestur bara sjálfur í að gaggrina eða krítisera þína frammistöðu. Þú veist það bara. Þetta eins og með leikmenn, þeir vita best sjálfur hvort þeir að spila vel eða illa. Það svona borgar sig ekkert að vera að velta sér upp úr. Þú græðir enginn á því. Og það svona kannski okkar ráðleggingar til yngri manna að frekar að leita til annarra dómara. Dómaranefndar KSÍ, eitthvað svoleiðis. Og fara þar yfir þetta í staðinn fyrir að reyna að læra á einhverju gagnrýni sem skrifið þá klukkutíma eftir leik. Samskipti máli þarna bæði inn á vellinu þegar þú lendir í töðinu að útskýra og reyna að ræða við menn eða Já, það klárlega mín skoðun á þessu starfi að sko mér leið aldrei eins og ég væri sko að fara við höfum oft sagt að sko að dómar á vondu staði ef hann heldur að sé verið að fara að spila leikinn í kvöld fyrir hann. Svo hann getur nú komið og sýnt hvað hann góður dómari sko. Þetta bara samstarf og það verður að vera það. Og sérstaklega á meðan leikurinn í gangi, það gengur ýmislegt á og menn þurfa aðeins að fá að blása og segja sína skoðanir og atvikum. Þér kannski finnst eins og hafi verið brotið á þér og þú fær ekki aukaspyrnu. Þú veist, dómari getur ekki sagt bara þetta var ekki brotið eða þetta ekki neitt eða þú veist, kannski sá ég það bara ekki sko. En við þurfum alveg að geta tekið umræðuna. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli að sé svona svolítið samstarf á milli leikmannanna og dómarans. En hann sé ekki hérna og leikmennirnir hér og á meðan að menn ekki dónalegir, þá það bara besta mál. Fullt af skemmtilegum karakterum í fótboltanum. Þú lendir auðvitað í þessum atvikum sem bara 50-50 atvik og bara virkilega erfitt að ákveða. Það bara mörgu sinnum í hverju leik. Það bara svoleiðis. Og við þurfum að taka ákvörðun svona sko. Já. En svo verða menn hafa eitthvað að töða líka, eða ekki? Já, alltaf. Annars mennum við ekki, sko. Ef menn hafa ekki skoðanir á þessu lengur og við getum ekki rifist eitthvað, þá held ég að sé ansi mikið farið úr þessu, sko. Það alltaf mín skoðun. Akkurat. En nú flautan, hún komin á hilluna sem við nefnt áður. Það tekur við eitthvað nýtt núna. Þú ert komin inn í varastjórn KSÍ. Hver svona þín sýn á það starf? Já, ég komin í nýjan vettvang. Ég gat nú ekki slitið mig alveg frá þessu. Ég fann það bara strax að, þú veist, það var eitthvað sem ég vildi gera meira og mér finnst ég kannski líka að þurfa að skila þess tilbaka. Þannig að ég ákvað að bjóða mig fram í varastjórn KSÍ og komst þar inn á síðasta þingi
Framundan að ég tek við dómaranum KSÍ og verð þar núna að vinna með dómurunum okkar og ásamt því að við ætlum að reyna að fara að setja svolítið effort í að búa til nýja dómara og svona sjá hvernig betra nálgast það því að við höfum ekki verið að ná árangri í því undanfarið og við þurfum aðeins að spýta í þar og í samstarfi við félögin og bara mikið af spennandi verkefnum framundan þó þessu aðeins öðruvísi en það hafi verið hingað til. Ef við tölum bara dómgæslu á Íslandi og næstu skref, hvaða skref eru það? Næstu skref hjá okkur eru klárlega að búa til fleiri dómara og fá fleiri menn í þetta og konur, auðvitað við erum alltaf að leita konum líka og erum að reyna aðeins að taka á í því. Síðan eigum við núna 4 mjög góða FIFA-dómara, við erum með 4 alþjóðlega dómara, kom nýr strákur inn núna sem verður spennandi að fylgjast með í staðinn fyrir mig og við erum alltaf líka að reyna að koma þeim lengra og auðvitað árangur landsliðsins, hann hjálpar okkur, það er alveg pottþétt og við þurfum svolítið að ýta á það núna að koma þeim lengra og fá fleira verkefnum þar og svona ýmisleg vinna sem er í gangi líka bara með dómaran okkar hérna heima að reyna að gera þá betri því að auðvitað viljum við viljum að dómgæslan sé í lagi, þetta er greiðlega stór partur af sportinu sko. Þannig að við erum í mikilli vinnu í því núna. Er eitthvað öðruvísi að vera dómari á landsbyggðunum? Nú er náttúrulega Pepsi-deildin, hún fer langmest fram á höfuðborgarsvæðinu og þá kannski hendur að kalla dómara sem eru þar eða getur maður verið góð dómari og ná langt hvar sem er? Já, í dag held ég að það sé ekki vandamál og ég til dæmis mætti aldrei neinum landsbyggðarskatti hjá KSÍ. Það er auðvitað auðveldara að búa fyrir sunnan og ég hef alveg sagt það að ef ég byggi þar þá er ég ábyggilega ekki hættur af því að ferðalögin taka bara sinn toll. Þú veist, þú ert að fara suður hverja einustu viku og þú kemst aldrei heim fyrir daginn eftir leik. Þetta er mikla fjarverur og svo væri náttúrulega í þessum Evrópubolta líka. Það er alltaf lágmark 4 dagar sem fari í það. Þannig að þetta er mikil fjarvera og ég fann það bara, þú veist, það var það sem að fara að taka bara sinn toll í mínu tilfelli sko. Ég er alveg sannfærður það ef ég hefði búið fyrir sunnan þá hefði ég haldið áfram að dæma og ég finn það sko ein hugmyndi mín var að hætta bara úti og halda áfram að dæma hérna heima en þá er bara ansi mikið farið úr þessu því að maður var náttúrulega svolítið mikið í þessu fyrir það sko. Þannig að en allir sem hafa áhuga á að dæma eiga bara að henda sér í þetta, það er ekki spurning og það mun ekki koma niður að þeim þó þeir búi ekki á stóru höfuðborgarsvæðinu sko. Ég held þessi frábær lokaorð. Já. Takk Þóroddur kærlega fyrir að gefa okkur þessa innsýn í líf dómarans. Já, bara takk kærlega fyrir mig. Og takk kærlega áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós.